Hæ, hæ, hvað segir Egill gott? Fínt. Það ekki bara? Jú, jú. Ég er sem sagt Ingi Já, og þú ert Egilur. Egill Örn. Og við ætlum aðeins að spjalla bara kraftaverk og bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífi okkar. Og við byggjum þetta algjörlega á bara orðu Guðs og Biblíunni. Jesús segir ég er svo sami í gær og í dag, hann hefur alltaf verið. Amen. Og postularnir gerðu kraftaverkin eftir að Jesús fór, voru tilbúinir að láta líf sitt fyrir þennan vitnisburð. Og þetta orð er gengið til okkar í dag. Ert þú búinn að fá að upplifa kraftaverk í þínu lífi? Já, algjörlega. Ég hef upplifað mörg kraftaverk og bara eiginlega svolítið á hverjum degi. Ég tek mikið brauðsbrotningu og eins og ég gerum í kirkjunni. Já. Og ég ger það bara mjög daglega. Ef ég fæ hálsbólgu, ég fekk hálsbólgu í fyrradag til dæmis. En ég tek brauðsbrotningu alltaf og bara játa á þetta að ég er heilbrigður og stíg út af það. Og það kemur lækning alltaf, ég er alltaf betri þegar ég er búinn að taka brauðsbrotningu. Já, gaman að heyra það. Ég man eftir einu mínu fyrstu, ég segi nú ekki fyrstu upplifunum, en mitt fyrsta barn, það var náttúrulega bara kraftaverk að sjá það komast í heiminn. En svona 3 mánaða gæti ég trú hann að vera ef ég man þetta rétt, þá er ég í vinnunni og konan hringir í mig og segir ég bara skil þetta ekki. Hún grætur og grætur, litla stelpan. Og það er eins og sé bara verið að stinga í hana nál. Já. Og ég bara ég heyri þetta, bara við það sama, bara fer heim úr vinnunni og við erum búin að klæða barnið úr öllum fötum, hún er í körfunni og alveg sem að hvað við gerum, hvort við höldum á henni eða reynum að hugga hana, það er bara svona sársauka grátur, bara alveg. Þannig að það er hringt í lækni og hann heyri grátinn og hann segir ef þetta gengur svona í 20 mínútur viðbót, þá verður þið að koma með hann upp á spítala. Og ég er alveg bara, að því ég er náttúrulega búinn að fá að upplifa Jesú og ég alveg, hvað er að Jesús? Ég menna, ég er sonur þinn, alltaf ekki að, sérðu ekki hvað barnið kvelst og var svona orðindaldi pirraður út í Guð. Svo allt í einu upplifi bara það að ég að fara afsíðis. Og ég segi við konuna, ég ætla aðeins að fara hérna í herbyggi og loka mig af og ég bara byrja að þakka Guði þar. Bara takk Guð fyrir kraftaverkið, takk Guð fyrir lækninguna inn í mitt líf, takk Guð fyrir kærleika þinn og elsku þína og umhyggju fyrir barnið mitt og fyrir konuna og fjölskylduna. Og þegar ég er að þakka Guði þarna, það bara allt í einu gerist eitthvað. Bara kemur einhver vissa inn í mig, ég stend upp, bara veit að barnið er læknað, labba körfinu, hún er hágrátandi, legg puttan á ennið og bara í Jesú nafni, bara þá brá af henni og bara byrjaði að brosa og það var bara, við alveg bara táruðum yfir þessu kraftaverki. Þannig að Jesús er að gera kraftaverk í dag. Algjörlega. Ég hef lent í einu svona, Já. ekki eins og þessu, Nei. en fyrir mig privata persónulega. Ég fekk COVID hvenær kom COVID? 1920. 1920 og ég fór í einangrun og ég fæði svona skot í bakið í mjóbakið, Okay. í miðju og ég fæði svo slæmt skot, ég verið að beygja mig eftir einhverju rusli á gólfinu, beygja mig niður og ég heyri bara smell. Wow. Og ég hné niður, alveg bara, og ég skreiði upp í rúmi og ég var svo kvalinn að ég vissi ekki hvaðan á mig stóði veðri. Og ég byrja, eins og ég var að segja hann, ég byrja að taka brauðsbrotningu. Takk Jesús, ég er læknaður. Byrja bara að tala út líf, ég er heilbrigður. Til 5 daga, þá var ég algjörlega heilbrigður í bakinu, alveg. Bara stóð upp, COVID í farið og bara af stað. Það var ótrúlega magnað hvernig það virkaði. Já. Brauðsbrotningi fyrir mig hefur bara verið þvílíkur game changer. Já. Og tala líf, líka það er alltaf inn á því að tala líf. Jesús hvatt okkur til að taka brauðsbrotningu og ég held að mjög margir skilji ekki brauðsbrotninguna. Þetta er svona einhver mjög hátíðleg athöfn fyrir mörgum, og jú, getur verið hátíðleg athöfn, en brauðið er mynd upp á líkamann sem fór upp á kross fyrir mig og þig og alla menn. Og það segir fyrir hans benjar eru við heil orðin. Þegar við neytum brauðsins þá er það mynd upp á heilbrigðan líkama Jesú og hann tók á sig okkar sjúkdóma. Þannig að við erum svona bara, þetta er til að hjálpa okkur til að trúa. Bara takk Jesús fyrir lækningu þína þegar við tökum brauðið og svo þegar við tökum vínið, við greinum hann á milli, þá er það mynd upp á nýja sáttmálan sem við erum vígð inn í. Hann er búinn að fyrirgefa mínar syndir og við erum sáttmálabörn Guðs og við þökkum honum fyrir að það er ekkert sem getur slitið okkur úr hendi hans og við erum sáttmálabörn. Þannig að þetta er mjög mikill leyndardómur eins og þú segir. Já, algjörlega. Ég nota þetta mjög mikið.
og eins með hérna að tala líf, eins og líf og döður og tungun ávaldi, Já, tala líf, alltaf tala líf, aldrei tala það sem að þú ert að upplega, tala út það sem þú vilt sjá. já, Þannig að mér finnst það vera, ég heyrði hérna sögu hérna hjá einu predikar sem ég hlustaði daginn og hann talaði sko hver munurinn á konungi og semst þegnum landsins. já, já, Að þegnarnir þeir þurfa að vinna fyrir því sem þeir þurfa að sjá en konungurinn talar, skilur, og það Já. gert. Og við erum kóngar og prestar. konunglegt, Konunglegt vald, já. já, konunglegt prestafélag, heiluð þjóð, eignar líður Guðs. Algjörlega. Það er alveg magna. Ég man þegar ég var 17 ára, þá var ég svona ekki á neinum tímamótum, ég var ekki í neinu rugli, ég var skiptinni út í Bandaríkjunum og það var einhver sem spurði með þessar spurningabýtu, þekkið þú Guð eða ertu trúaður? Og ég hafði svona lært að biðja bænir og svona trúði svona í fjarlægð en bara lífið lék við með mér og mér gekk vel í skóla og íþróttum og öllu saman en þetta lét mig ekki í friði. Og talandi um kraftaverk þá liður svona 3 vikur og ég var alltaf að hugsa um þetta, ef Guð er til, ef að Guð er til í dag, þá er ég að fara á mis við eitthvað, því að ég er ekki í neinu sambandi eða samfélagi við hann þó ég varpi frá mér einhverjum bænum. Ég er ekki að finna fyrir honum á einn eða neitt nátt. Svo eina kvöldstund þá bara ákvað ég, ok, ég bara verð að komast að þessu og það var svona komin engin örvænting en ég þráði virkilega að bara komast að hennu sanna, 17 ára eða 16 á þessum árum þarna. Svo ég segi bara góðu Guð, ég bara biður að koma inn í mitt hjarta og fyrirgefa mínu syndir og bara leyfa mér að finna eða upplifa það að þú ert raunverulegur og lifir í dag. Það gerist ekkert. Hurðin er í svona hálfa gátt opin og ég bið aftur og í þriðja sinn þegar ég bið og ég virkilega meinti þetta, þá upplifi ég að það kemur einhver inn og ég ligg í rúminu á bakinu og ég finn bara að kemur svona straumur inn í munnin minn, einhver kraftur, inn í alla mína veru, inn í hendurnar á mér og fingurnar og fæturnar og ég hef aldrei farið á svona kristilega samkomur, að farið í fermingafræðslu og nokkru sinnum í kirkju, lútersku kirkjuna, en allt í einu þarna bara í rúminu þá byrjaði ég bara, takk Guð, takk Guð, takk Guð, það var bara eins og veröldin hefur breyst hjá mér, þetta var svona innra kraftaverk og það er það sem Guð gerir líka innra með okkur og daginn eftir þá var ég bara svona, wow, ég og hann erum vinir sko og ég þráði að segja öðrum frá. Þannig að sko, það er ekki bara líkamleg kraftaverk, heldur andleg, Algjörlega. sálarleg og bara Guð á við okkur allan hátt. Já, algjörlega. Ég man að sko þegar ég frelsaðist, þá var uppið ekki svona mikið eins og þú. Nei. En ég var aldrei, það var svo mikið sko, ég var svo mikið að hugur var á milljón sko. Já. Og svona lítill friður í hugunum og mikið áreiti. Og ég sem sagt, ég var eins og þú, ég hef aldrei sko, mamma er ekki beint trúið, pabbi var ekki trúaður, bræður mínir var ekki trúaður. Og svo sé ég vinkonu mína sem ég vissi að sem er kannski hluti af vitnisburðum sem er kannski aðeins svo langt að segja hér en það var þannig að hún hafði dottið í það og hún hafði frelsast og svo því ég sé hana þarna einhverjum 2 árum seinna og þá er hún bara eins og ný manneskja, hún var bara alveg bara uppljómuð sko. Og það var svo mikil vitnisburður um mig, eins og mér, ok, ég er búinn að pröfa fullt af hlutum, ekkert gengur, ég ætla að pröfa hana Jesú. Og ég hringi hann eitthvað og getur þú hitt með þetta? Þá var hann að mæta í krossin, sem var rosa statement sko, Gunnar í krossinum alveg og allt, svona mjög sérstakt og með voru smá ákveðna skoðunar á því. En allavega, ég fer í krossin og tek á móti Jesú og þá allt í einu bara byrja að koma því svona friður á hugan. Sem að einhvern veginn ég hafði aldrei upplegað áður, ég hafði aldrei fengið gegnum eitt annað og svo bara því meira sem ég gekk með Guði, las orðið og var að mæta á samkomur og svona og þá kom bara alltaf meira og meira friður fyrir mig og í dag er þetta bara allt annað sko, ég bara er ekki að lýsa þessu sko, þessi veljan og þessi svona hugaróð og friður sem fylgir að vera með Jesú. Þetta er náttúrulega sko stærsta ákvörðun lífsins, sko, þegar ég horfi tilbaka, auðvitað, þú veist, eignast fjölskyldu og börn, alveg yndislegt, en þú veist, að fá að upplifa þetta svona persónlega og þetta komin nokkrir áratugir síðan og ég sé ekki eftir einasta spori, en talandi svona Jesú, að nú framundan er þessi Jesúhelgi, hún hefur verið áður á Íslandi, hún var í Hótel Kríunesi síðustu áramót, núna Jesúhelgi framundan. Já.
og hún verður haldin í Kristkirkju dagana 12. til 15. júní núna bara, næstu helgi. Byrjum á föstudagskvöldi og það verður svona dálítið rokkað inn í helgina, það verður rosa hljómsveit sem kemur og Kristkirkja staðsett í Grafavoginum rétti á Egilshöll, þið getið bara fundið hinn lúterska Kristkirkja og það eru 3 samfélög sem ætla að standa að þessu í þetta skipti, það Lifandi von, það United Reykjavík og það Frelsiskirkjan. Þannig að við ætlum að koma saman og bara treysta Guði fyrir því að hann mæti bara ungum og miðöldrum og eldri bara í hjartanu og við trúum því að Guð ætla að gera kraftaverk. Algjörlega. Og Guð Guð kraftaverkana og hann þráir að mæta hverjum einasta manni, sko. Ætlar þú að mæta? Ég ætla að mæta. Ok. Ekki spurning. Og Guð mun gera kraftaverk, það alveg 100%. Guð kraftaverka Guð og hann elskar að blessa okkur og gera kraftaverk. Og það geta allir vitnað það sem hafa gengið með Guði hvort sem það í 1 ár eða 20 ár eða 50 ár að Guð alltaf að gera kraftaverk, alltaf. Þannig að þetta verður sannlega Guð mun gera held ég að stóra magna hluti þarna. Það þetta verður út og blessa held ég. Já, þetta líka. Það trúa því. Já, þetta verður alveg rosa helgi, sko. Og svo ætlum við að vera með fræðslu, það verður Amerikani sem kemur hérna frá Kaliforníu, frá hreyfingu sem heitir Vineyard-kirkjan. Og hann verður með fræðslu frá klukkan 1 á laugardeginum til klukkan svona 3. Það verður svona 45 mínútna tímar. Það sem við kennum bara býtum hvernig við að taka á móti kraftaverki, við þurfum alltaf að trúa og bara staðreyndirnar í Biblíunni að við megum stíga út á þennan akur að biðja fyrir fólki og upplifa það að Guð gerir kraftaverk. Þetta ekki sammála því? Jú, algjörlega. Þannig að ég svona bara spenntur fyrir þessari helgi og það bara 5 dagar í þetta eða eitthvað svoleiðis. Og eins og ég sagði í upphafi, þá var ekki bara Jesús sem læknaði, heldur senda hann á einum tímapunkt út 70 lærisveina og þeir voru komið glaðir tilbaka og hissa undrandi bara, við sáum illa anda að fara út af fólki, við sáum fullt af fólki læknast af alls konar sjúkdómum og svo fóru þeir 12 líka út og svo eftir að Jesús var upprisinn, þá fóru heill herskar út af fólki og þetta búið að gerast í gegnum allar aldir og þetta að gerast enn þann dag í dag. Guð að lækna. Jesús svo sami í gær og í dag og hann hefur alltaf verið. Þannig að við hvetjum þið til að mæta sem hefur verið að horfa. Það bara núna á föstudagskvöldið og svo laugardagskvöldið og svo sunnudeginum klukkan 5 og svo á mánudagskvöldið klukkan 8 og þá þetta United sem það ekki á Skemmuveginum? Jú, Skemmuvegi 5. Skemmuvegur 5 í húsnæði vegarins. Heyrðu, takk fyrir okkur. Takk.